ekki upp og þann sem ætlar að setja upp hleðslustöð eingöngu komið sem dæmi að útvega þá innviði sem þarf. Það þarf jafnvel að tala við, það þarf alltaf að tala við sveitarfélagi en jafnvel að það þarf að tala við ríkisvaldi líka eða opinbera aðila. Og eins mikið og við sjáum auðvitað kannski einkabíllinn hefur tekið stærstu stökkin og bara mjög jákvætt og þar eru við svona sem samfélag komin bærilega langt með að búa til innviði að þá ef við ætlum að fara alla leið og stíga skrefið sem við sem þessi þjóð sem hefur aðgang að hreinni orku, endurnýjanlegri orku og ekki kjör aðstöðu að þá þurfum við að gera mun betur og sér í lagi varðandi innviði því að bara sem dæmi að ef við ætlum að færa alla þungaflutninga á landinu yfir á rafmagn þá einfaldlega ekki dreifikerfi raforku mun aldrei standa undir því eins og staðan er. Þannig að þarf að gera miklu betur þarna til þess að við getum gripið gæsina, ef svo má segja, og virkilega tekið stóru skrefin í þessu. Varðandi aðra flutninga, þá er þetta miklu flóknara mál. Skip og flugvélar og slíkt er komið mun skemmra á veg. Eins og staðan í dag, þó að tæknin fleiti fram að þá eru þessi rafhlöðutækni bara einfaldlega á þeim stað að hún er ekki mögulegur kostur í því að færa þessa flutninga, þessa starfsemi yfir á annað en jarðefnaeldsneyti eins og staðan í dag. En það eru aðrar lausnir sem eru skemmra að vera komnar, eins og rafeldsneyti og vetni og fleiri þeim dúr. En eins og staðan er núna þá það komið skammt á veg og til það dýrt. En eitthvað sem við allan horfum til að geta svona verið vakandi yfir þessum kostum, það er miklu fleiri en rafmagn í þessu. Við seljum í dag lífdísil og við seljum í dag metan og svo framvegis og það er horft alltaf í vetni kannski út af því hvernig okkar landinu svona staðsett og uppbyggt. Þannig að eins og staðan núna þá er þetta rafmagn fyrst og fremst en við erum að horfa á þetta allt saman. Það er nú svo kannski okkar innlegg í þetta. Já, kærar þakkir. Búi, hvernig sér þú sjálfbærar samgöngur og hvernig kemur þú að þeim? Sko, já, ég hef alls konar skoðunar á því. Ok, sko, hvað eru sjálfbærar samgöngur? Ég held að það sé náttúrulega kannski fyrst, ég held að það sé kannski ekki flókin spurning. Það er bara, við viljum minni mengun, við viljum líka fjölbreytta samgöngur sem að henta öllum. Ég er kannski minna verið að pæla í þessum svona þungaflutningum og flutningum milli landa því að svona mitt viðfangsefni er kannski meira tengt fólkinu og svona ferðavenjum innan Reykjavíkurborgar og kannski svona í aðeins víðara samhengi en í svona bæjar eða borgar samhengi. Þannig ég held að fyrst og fremst eru sjálfbærar samgöngur einhver sem að hentar öllum líka óháð efnahag. Þær tengjast óneitanlega ofboðslega tengjast svo mikið skipulagsmálum af því að það vegalengdirnar stýra því að svo miklu marki hvað er fýsilegt og einkabíllinn hefur náttúrulega verið bara á rauðum dregli á Íslandi í ansi marga áratugi þannig að það er svona sem að hjólreiða samfélagið hefur bent á við erum náttúrulega aldrei við viljum ekki banna bíla en við viljum allavega auka valið fleiri valkosti sem eru þá á pari við bílinn ekki sem ekki þannig að við þurfum við sem veljum aðra ferðamáta þurfum alltaf að einhvern veginn svona lúta annmörkum annarra ferðamáta heldur að þetta sé þá svona valkostu sem að er þægilegur og fýsilegur ég held að það er ekki spurning sjálfbærni er kannski einn hluti í þessu en svo er kannski svona stóra umræðan á höfuðborgarsvæðinu er bara að það er ekki hægt það er vissulega hægt að bæta við fleiri vegum en það leysir engan vanda ef að þeir fyllast af einkabílum og það er bara einfaldlega því að flutningsgeta einkabíla er svo herfilega slæm og ekki bara það heldur líka það eru 5 sæti í einkabíl og iðulega situr bara einn í hverjum bíl ég held að á Íslandi er þetta eitthvað svona 1,1 eða 1,2 sem situr í hverjum í bíl að jafnaði þannig ég held að það sé líka svona kannski vonir mínar og kannski meira svona sem snýraði hvernig þetta verður að veruleika er í grunninn bara að við getum reynt að bæta við akreinum það mun enda í öngstreiti að ef allar þær akreinar fyllast bara einkabílum þannig að mér finnst þetta meira bara spurning hversu langur tími þarf að líða til þess að við samfærumst
að flutningsgeta annarra ferðamáta miklu farsælli, bara strætó margfalt fleiri sem komast í strætó og sérstaklega þá sér akreinum og svo hins vegar hitt og og samanburðin á svona öllum rannsóknum eða einhverjum svona úttæktum sem ég lesið, það eru, ég held að einkabíllinn á svona 2 eða 3 akreinum geti flutt 2000 manns, á hjóli getur flutt 14.000 manns á sama tíma. Þannig að svona, ég held að þetta, við erum svo vön því að svona, þessari draumsýn af einkabílnum sem einhvern veginn svona á Íslandi sem einhvern veginn svona hálf tómt og maður kemst einhvern veginn allt. Þá einkabílinn algjör snilld, það snilld að vera á einkabíl á landsbyggðinni þar sem lítil umferð og fátt fólk. Af því að það enginn fyrir þér á veginum en leið og það kemur einhver fyrir fram að þig að þá hægist svo áallu. Þannig að það svona kannski þetta sem hefur verið mitt viðfangsefni þó að auðvitað séu endalaust af breytum í þessu og ég alveg gapandi stúm ég þarf ekki það yfir þessum hverfum og þessari áherslu núna í borginni að fara að brjóta land ekki að því eitthvað mótfallin því að við stækkum borgina heldur að þetta basically bara íbúðahverfi en ekki spennandi kjarnar sem eru þá áfangastaður í sjálfu sér og atvinnustaðir í sjálfu sér. Heldur lítur allt út fyrir að nýtt land sem verður brotið á höfuðborgarsvæðinu mun halda áfram að sækja atvinnu eða þess að ferðavenjurnar mun ekki breytast. Þannig að við erum að fá allan hennar massa alltaf inn að miðju borgarinnar. Þannig að það sé svo, svo borðleggjandi tækifæri að byggja upp spennandi kjarna utan við miðsvæðið en ekki bara íbúðabyggð sem að bæti síðan ofan í þessar skelfingar sem maður hefur heyrt úr Ártúnsbrekkunni á leiðinni inn í borgina sko. Þannig þetta eru mjög góðar pælingar en ég ætla bara að fá að stoppa þér og fara að næsta og við bara hold that thought, við komum aftur að þessu ég ætla, Hlökk. Já, takk fyrir. Það nú erfitt að fylgja í kjölfarið að búa henni svona bara búin að svolítið fara í sviðið en komið sæl, ég heiti Ásdís Hlökk og ég búin að svona minn aðkoma að þessu efni í gegnum áratug og störf að skipulagsmálum búin að fást við skipulagsmál og umhverfismat í 3 áratugi ríflega og búin að sýsla við þau bæði svona á landsvísu og staðbundið í kennslu og rannsóknum og ráðgjöf og sem embættismaður og allt það þannig að svona alla mína tíð að ég verði að svona fást við þetta og kljást við þetta með einum öðrum hætti bæði innan bæja og borgar í dreifbýli og í óbyggðum. Þar eru samgöngumálin líka aktúel, bara með öðrum hætti og það náttúrulega þetta sem búið að koma inn á sem að svona skiptir svo miklu máli að hugsa í þessu samhengi, vel með hugsa samgöngur og sjálfbæra samgöngur, það þetta gagnvirka samband sem á milli þess hvernig við þróum byggð og komum okkur fyrir í rýminu, hvar við búum og sækjum vinnu og sækjum vörur og verslun og þjónustu og afþreying og allt þetta að það og samgöngurnar, það alveg, þetta eins og hönd í hanska eða hvað að kalla það, að það alveg skýrt og afgerandi samband á milli þess hvernig við komum okkur fyrir í rýminu og hvaða samgöngu valkosti við höfum, hversu mikið við þurfum að ferðast, hversu oft og hversu langa leið og með hvaða ferðamátum við eigum, hvaða ferðamátum við höfum kost á. Og akkurat þetta með hvað eru sjálfbæra samgöngur að þá get ég tekið undir með búa að sko í mínum huga engin vafi á því að það er miklu stærra viðfangsefni heldur en það að sinna orkuskiptum í samgöngum. Það snýst margháttuð lífsgæði og jöfnuð, það snýst jöfnuð á milli núlifandi og komandi kynslóða og við göngum ekki of á náttúrugæði með því hvar og hvernig við byggjum samgönguinnviði og hvernig við högum okkur í umferðinni. Það snýr að öryggi, það snýr bara að því að hafa val
ferðamáta og eiga kost á öruggum og góðum samgöngum á milli staða óháð því á hvaða aldri við erum, hvaða hreyfifærni við höfum, hvaða tekjur við höfum, í hvaða stöðu við erum, hvar við búum og svo framvegis. Þannig að þetta allt þurfum við að vera að hugsa og það þetta með orkuskiptin sannarlega mikilvægt, en það bara eitt stak af svo fjölmörgu sem við þurfum að hugsa Þannig að sko, já, ég held ég kannski geta hafa þetta mikið lengri í eingangi því að það nóg að taka, þannig að kannski búið að svona leggja það upp. Akkurat, takk fyrir það. Jón Kristján. Já, Jón Kristján veit ég. Það sem þeir eru búin að segja hérna að framan, það margt athyglisvert, mjög. Og margar leiðir að fara, en það sem ég vildi segja að svona í byrjun að við erum að fara í gegnum svakalega breytingar í samgöngumálum. Við erum að fara í orkuskipti sem eru búin að vera eiga sér stað á síðustu árum, sem skiptir alveg gríðarlega miklu máli bara upp á umhverfi okkar, að við lifum í heilbrigðara umhverfi og betra lofti og þessi breytingar í orkuskiptum ganga, sumir segja þetta gangi hægt, en þau eru að malla svona áfram og það verður margt að hjálpa til svo þetta gangi vel upp. Það til dæmis bara allir innviðir. Mér finnst að innviðir hafa setið svolítið á hakanum í þessari uppbyggingu. Það margt af okkar svona samgöngumæðum, hvernig við komum okkur í vinnuna og hvernig við komum okkur heim, hvernig við komum okkur í skólan og heim aftur. Það finnst mér vanta mikið upp á. Við sjáum þetta bara sjálf þegar við erum að fara í vinnu á morgnana og eins þegar við erum að fara heim á daginn seinnipartinn, að umferðin alveg gríðarleg og að því leitinu finnst mér innviðir og hvernig við tökum á móti umferðinni ekki hafa unnið saman. Mér finnst mjög gott það sem að koma inn á hjólreiðamaðurinn að það hefur náttúrulega verið gríðarlegur vöxtur í hjólamenningu á Íslandi. Ég held að kannski fyrir 20 árum síðan þá sáum við ekki svona ofsalega marga á reiðhjóli og ég styð reiðhjólinn alveg rosalega. Mér finnst það flottur samgöngumáti og hjólreiðamönnum hefur verið svona lyft undir, það hafa verið opnaðir hjólastígar og þeim gert svona léttar undir höfði að bara nýta hjólinn og ég held að það sé bara frábær samgöngumáti, alveg frábær. Og ég segi að hann sé ekki bestur á Íslandi því að það sumstaðar erfitt að vera hjólamaður á Íslandi. Það hæðir og það ekki svona flatt undirlendi eins og bara á Norðurlöndum og í Evrópu víða, þar sem bara gaman að hjóla. En hjólamenningi finnst mér bara af hennu mjög góðu og mér finnst hún hafa svona lyft okkur upp og gert svona umhverfið skemmtilega á síðustu árum. En það margt óunnið og við eigum bara tíma framundan sem eru svona tími átaka að gera umhverfið betra og fyrir okkur að skemmtilega lifa í. Já, takk fyrir. Mér finnst svona kannski vera rauð þráður í gegnum það sem þið segið og líka ég ætla að tala ályktun frá loftslagsráði en ég vil ítreka það ef að það vakna einhverja spurningar í salnum eða hjá ykkur sem að heima sitjið og eru í streymi að þá endilega komið þeim á framfæri, þið getið kommentað og þið sem hér sitjið getið bara rétt upp hönd að gefa mér einhvern merki. En þetta álit frá loftslagsráði, það sem sagt benti á það vantar kannski einhverja svona heila hugsun í hvernig þetta hefur verið gert á Íslandi. Það kom þarna, það var niðurgreiðsla á sköttum fyrir rafmagnsbíla og svo var hætt við það, svo verið að byggja Sundabraut, það verið að setja kílómetragjald, það verið að byggja upp borgarlínuna og loftslagsráð bent að þetta hefur ekki verið metið saman. Það alltaf hver og einn hlutreiknin metin sér og af hverju haldið að það sé og hvernig, eða eru þið kannski sammála því eða ósammála
Og af hverju erum við ekki að hugsa þetta allt saman? Já, Hlökk. Já, þetta risastór spurning, en ég get kannski reynt að byrja svona að klóra í hana, sko. Ég meina, hluti af skýringunni liggur í okkar menningu og þekkingu og hverjum við erum vön og hvar okkar væntingar liggja. Og við erum náttúrulega við erum svona ungt borgarsamfélag, við byrjum ekki að byggja borg og bæ að einhverju marki fyrir en bara þegar komum vel inn á 20. öldina, þannig að við byggjum okkar þéttbýli á bílaöld. Þannig að okkar þéttbýlisstaðir allir eru miklu meira taka miklu meira mið af einkabílasamgöngum sem er afskaplega rýmisfrekur ferðamáti og rýmisfrekur íbúi í bæ og borg. Og þannig að okkar hugmyndir íslenskan bæ og íslenska borg svolítið bílana framan við íbúðarhúsið á milli hússins og götunar og stóru bílastæðin og umferðarleiðirnar sem að bílarnir renna eftir. Þannig að hugmynd okkar borg og bæ og íbúðarhverfi dálítið mikið svona mörkuð, miklu meira heldur en kannski í öðrum samfélögum sem eiga sem miklu lengri sögu og eiga heilu hverfin og bæjar og borgarhlutana sem eru með öðrum dimensjónum, öðruvísi samsettir og bjóða miklu meira upp á annars konar bæjarlíf og ferðir á milli staða og allt það. Þannig að ég held að það skiptir máli og það gerir að verkum að við allstaðar, svo sem í löndunum í kringum okkur, líka verið að svona snúa við þróun í skipulags- og samgöngumálum, ekki bara varðandi orkuskiptin, heldur líka að auka hlut vistvænna ferðamáta, auka hlut virkra ferðamáta, göngu og hjólreiða og auka hlut almenningssamgangna og draga úr þessari miklu áherslu sem hefur verið lögð á einkabílinn víðast hvar. En þetta er ennþá stærri breyting hjá okkur, þetta er menningarbreyting og ég að draga þetta fram vegna þess að við sjáum það alveg í pólitískri stefnumótun og ákvarðanatöku að þó að svona í orði kveðnu áherslan sé þessi bæði hjá sveitarfélögunum og höfuðborgarsvæðinu, hjá ríkisstjórnum sem koma og fara, að þá fylgir ekki alltaf hugur máli og það alltaf stanslaus svona smá átök þessa stefnu. Og þess vegna erum við að sjá meðal annars svona þessa tregðu við að hrinda málum í framkvæmd, held ég. Við erum að sjá þessa tregðu í að borgarlínuverkefnið einhvern veginn nær ekki almennilega frí, af hverju getum við ekki tekið borgarlínuna heima af þessum fundi í dag? Hvernig stendur á því? Skiljið, hún átti að vera komin. Þannig að það er alltaf einhver átök og svo náttúrulega bara dettur þetta inn í önnur bara aðra pólitíska dýnamík og átök sem eru í landinu á hverjum tíma á milli sveitarfélaganna innbyrðis á höfuðborgarsvæðinu, á milli Reykjavíkurborgar og ríkisins og allt það gerir líka verkum að þetta verður svona undir í þeim slag, þessar hugmyndir breytta gjaldtöku í umferð og þessi stóru innvið og uppbyggingarverkefni. Einmitt. Já. Já, einmitt ég held að þetta er bara alveg frábær punktur og ég held að við virðumst eiga erfiðara með það bara sem samfélag að hugsa dálítið long term eins og maður sletti nú. Og þeir sem hafa kannski kynst í að búa ekki lengur en kannski út í Skandinavíu, að þar finnur strax munin bara í einhverju menninguna að skipuleggja sig þó að verkefni bara fjölskyldulífi. Og ég held að smitist einhver leyti yfir þetta og til þess að þetta takist alveg sama hvað það er, að það þarftu 3 aðila, þú þarft ríki og sveitarfélög og svo þarftu einkaaðila. Og það hefur bara verið mikill skortur á fyrirsjáanleika og skýri stefnu. Varðandi lagasetningu og gjöld og allt þetta. Við sjáum bara hringlanda háttinn með þetta allt saman, fram og tilbaka. Það vantar alltaf einhverja festu og einhverja langtíma hugsun og hvort sem að fólk vel að illa við einkabílina, þá sjáum við bara hvað gerist núna bara á síðustu misserum með sölu rafbíla út af óvissu með þetta kílómetragjöld að fara að vera og það ekki fara að vera, bara hvernig þetta fara að þróast. Þessu var ekki svara fyrir á bara 5 mínútur í 12
Þannig að óvissinni fyrir alla, líka og ekki bara kaupendur, líka seljendunar og þannig að þetta held ég vandamál sem við fer langt aftur og við þurfum einhvern veginn að vinda ofan af. Má ég bæta við? Sko náttúrulega, bara eins og með orkuskiptin að það var er búið að vera held ég síðan 2022 eða 2023 hefur verið niðurgreiðsla á virðisaukaskatti fyrir rafmagnshjól og reiðhjól sem féll niður núna áramótin og var sem sagt fært til Orkustofnun eða það komið nýtt Umhverfis- og Orkustofnun núna? Já, Orkustofnun og það ennþá ekki komin einn svör hvernig á að útfæra það þó að verkefni sé komið þangað þannig að það eitt sem galið í þessum orkuskiptum að það gildi bara bíla og við höfum náð því fram þar að því að þú veist hagurinn sem fæst af því að koma einhverjum að hjóla á móti þessu bíl náttúrulega gigantískur í einhverjum kolefnisbókhaldi en svo held ég hitt með eins og þú veist ef að Íslendingar eru slakir í einhverju þá það náttúrulega eitthvað svona skipulagsmál held ég að svona eins og þessi langtíma hugsun og ef það mögulega eitthvað sem við erum örlítið verri í en það það síðan væntingastjórnun að ég held að þú veist að við höldum einhvern veginn alltaf að við séum 10 mínútur að keyra allt innan borgarbæjar og ef það eitthvað örlítið lengra en það þá verðum við alveg pípandi vitlaus yfir hvað allir séu vitlausir í kringum okkur og hvað borgin sé illa skipulögð og ríki og sveitir og bara þú veist þannig að það kemur þessu svona mikli reiði og sársauki gagnvart í að einhvern veginn festast í umferð og verða og sein að sækja í leikskóla og niðurlægingi sem fylgir því og þú veist og þetta allt bara kraumar og verður að einhverju mikill gremju sem að vakir innan með fólki þangað til að verður eitthvað 60 eitthvað og þá byrjaði að hringina út á sögu og bara það er alltaf hræðilegt held ég fyrir bara Íslands samfélag að Dagur B. Eggertsson sé farin úr borgarpólitík af því að þú veist núna ekki þetta öskra bara út í tómið bara Dagur en alltaf sé ekki einhver frambærilegur arftaki þar en ég held allavega í þessu og þá einmitt verður þessu svo miklu núningur milli langtímamarkmiðana sem alveg fyrir hendi og síðan þá þess að plástra þú veist sem eitthvað svona já við ætlum að vera með borgarlínu en við ætlum að gera smá Sundabraut líka og þú veist sem þetta svona haltu mér sleftu mér þú veist ég held að svona heilt yfir alveg þvert á pólitík sér fólk að þú veist aukin hlutur samgöngna í almennings samgöngum og sömuleiðis einhverjum virkum ferðamátum klárlega þangað sem við stefnum það eða þú veist ég hef ekki allan að heyrt að það sé kannski flokkur fólksins sé ekki sammála ég veit það ekki alveg en það var allan fjölbreytt skilaboðin sem komið frá þeim í fyrir síðustu kosningar en sem kannski annar mál en allavega ég held að það sé þú veist og öll sem hafa kynnt sér skipulagsmála einhverju viti þú veist að þá sjá allir að þetta leiðin til að fara og þú ert ekki og alveg á því hvort þú ert umhverfisinn eða ekki en hitt síðan hvernig við einhvern veginn svona komum stangað og hversu marga plástra við ætlum einhvern veginn að láta á sárið áður en og kannski líka í stóru myndinni Reykjavíkurborg á óþægilegum stað við erum einhvern veginn svona akkurat mitt á milli sem að einhvers konar léttlestakerfi mögulega metró þú veist einhverjar svona lausnir alveg farnar að verða fýsilegar sérstaklega með þú veist ef að ferðamannastraumurinn verður eins og hann hefur verið sem náttúrulega svakarlegur og líka þetta streymi frá Keflavíkurflugvelli og inn í borgina þannig að þetta svona við erum á þessum svona sársaukamörkum þar sem þetta svona þú veist fjárfestingin brjálæðislega stór og verður íþyngjandi og mun örugglega ekki skila neinum ábata fyrr en dálítið langt fram í tíma þannig að ég held að kannski þú veist að það ekki bara við séum hrikalegi í skipulagi heldur líka að við erum á þessum svona vaxta mörkum þar sem að fjárfestingin núna svo risastór til þess að mæta þörfum næstu 10 eða 20 ára. Einmitt. Bara talandi einmitt já, þú vilt aðeins bregðast við líka, já. Þú segir hvað ríkaleg í skipulagningu. það sjáu til dæmis byggingu Sundabrautar. Hún búin að vera í umræðinni í 45 ár. Í 45 ár. Hún gelkomin. Einmitt. En sem betur fer svona hillir eitthvað undir það en hún búin að vera á dagskrá og í skipulagningu í 45 ár og við erum að tala byggingu brúar sem mun
umbylta samgöngu og létta á umferð allri úr Reykjavík og inn til borgarinnar, bara úr útkverfum, en 45 ár. Talandi um borgarlínuna, það eitt líka, sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu skrifuðu undir samning 2019. Já. Allt ætti að fara á fullu og uppbyggingin ætti að fara á fullt skrið og allir voða ánægðir. Dag 2025, það varla búið að gera nokkuð skapaðan hlut. En hvað búið að gerast á sama tíma? Það ljóst að þetta mun kosta alveg gríðarlega mikla peninga og miklu meiri peninga heldur en talið var í upphafi. Sko, þetta komið úr öllu samhengi og þetta bitna bara á öðru á meðan. Það eitt sem kom líka inn á varðandi bara hvað umferðin þung. Ég bý í útkverfi, ég bý í Grafarvoginum og ég svona, þegar hlutirnir svona í sameiginlega góðu lagi, þá ég klukkutíma að koma mér úr vinnu, í vinnu og úr vinnu á hverju vinnstegi. Ég væri fljótari að fara hjólandi í vinnuna. Þá að gera að fara hjólandi. En þá kemur annað, það að gera. Það náttúrulega, við búum á Íslandi og veðrin eru misjöfn, mjög misjöfn. Þetta góður samgöngumáti en hann örugglega ekkert ofboðslega léttur fyrir Íslendinga, svona marga daga ári. Flesta daga hann alveg skikkaður. Og það líka, sá máti hentar ekki öllum, Nei, en það enginn að leggja til að allir fari eftir sama ferðamátanum. En við viljum heldur ekki öll vera dæmd til þess að vera í einkabíl, alltaf öllum stundum. Freistnivandinn mikill í þetta. Ég held að hann sé alveg óhjákvæmilegur. Bíllinn verður það. Almenningssamgöngukerfi á Íslandi örugglega það lélegasta bara undir sólinni. Já, það ekki lögmál. Og við erum, þú missir að strætisvagni í 10 stiga gatti og hríðarveðri, næsti vagn kemur kannski eftir hálftíma. Og þú þarft að bíða kannski í engu strætóskilni. Þetta veruleiki margra og ég var í þessu og svo keypti ég mér bíl og það létti lífið mitt töluvert og svo flutti ég inn með mín maka og nú erum við með 2 bílar búin niður í bæ og ég er búin að ætla að selja bílinn minn síðan ég flutti inn en freistnivandinn mikill, það svo ógeðslega þægilegt að hafa hann en þetta snúið. Almenningssamgöngukerfið alls ekki nógu gott á Íslandi. Ég held að sé allir sammála það. En ég held að það kannski líka örlítið til að bæta við ég held að brúin og yfir frá Kópavogi yfir til Fossvogsbrúin. Ég held að það verði ofboðslega spennandi tilraun. Hún virðist allavega að það búið að moka eitthvað sand þarna út í fjöruna, þannig að þetta lítur út fyrir að verða að veruleika. En ég held að þetta sé í fyrsta skipti þar sem að kemur einhver samgönguferðamáti sem hvort sem hjól eða almenningssamgöngur sem verður miklu fljótari heldur en einkabíllinn. Og þeir sem hafa verið það sem eru metrókerfi þekkja að það sem getur bara skotist milli borgarhluta á einhverjum mínútum sem þú verður á öllum öðrum ferðamátum miklu fljótari. Þannig ég held að sú tilraun verði ofboðslega spennandi og sjá hvort að hversu mikið hluti fólks muni þá umbreyta og skipta ferðamáta. Eins og í tengslum við hjólin, að við hefum hjólreiðaáætlun Reykjavíkurborgar gerir ráð fyrir að 10% verði hjólandi. Við erum einhvers staðar milli 5 og 7% núna. Og það eru, ég man ekki 4-5 þúsund manns sem eru þá ekki í einkabíl og eru á hjóli. Þannig að það léttir náttúrulega ofboðslega á umferðinni og krafan hefur náttúrulega aldrei verið að öll séu á hjóli, heldur miklu frekar að þau sem velja hjólið náttúrulega létta fyrir hinum, en já. Mér fannst einmitt talandi um metró Andri Snær Magnússon rithöfundur sagði á einhverjum pallborði einmitt samgöngur fyrir kannski ári síðan að það eins og að tala um geimferðastöð á Íslandi þegar talað um lest. Af hverju þetta svona ómöguleg tilhugsun að hér getur verið lest og til dæmis bara þetta var ekki nema frá Keflavík til Reykjavíkur þá var kannski hægt að fara innanlandsflugið til Keflavíkur, ég veit ekki, ég vonandi ekki of heit kartöfla, við komum ekki hingað til að ræða flugvöllinn en já, af hverju þetta svona fjarstæðukennt að hugsa um lest
eða eitthvað svona. Það ekki bara því að við erum í sömu stöðun að ríkið treystir sér ekki til að fjármagna þetta og almenningssamgöngur í eðli sínu eru bara, eins og ég orðan hljóðan, almenningssamgöngur og almenningsþjónusta. Þannig að það er kannski óeðlilegt að reikna með að það skili endilega hagnaði hvað þá í litlum samfélagum. Og sökum smæðarinnar þá þetta einhvers staðar á mörkunum að fjárfestar sjá sér ekki hagið í að byggja lest í Keflavíkur sem dæmi og ríkið á bara einfaldlega ekki penning og ná sér, guð mig góður sko, þeir ná sér ekki saman borgarlínunar og gangi okkur vel með lest í Keflavíkur. Ég heldur að sko borgarlínan var líka bara þetta var svo illa markaðsett. Þegar sko þegar fólk heyrði borgarlína, mögulega var ég eitt sko, ég ætla að vona ég ekki, en ég hugsaði alltaf að það væri sko svona léttlestarkerfi og sá fyrir mér svona kannski skandinavískri fyrir mér léttlestir því að lína svona lest á teinum með eitthvað slíkt sko, þannig ég held að mátt að branda þetta betur, þetta var ekki gott marketing moment hjá okkur, það er ekki hjálp okkur í þessu umræðu. Það er hérna biðjum orði úr salnum. Sem ég að minnast á bara eitt atriði sko hvað að því að mér oft fundist að bara okkar samfélag sé kannski svolítið óhagstæð stærð að við þurfum að byggja mannverki og bæði fyrir bíla og samgöngukerfi sem að getur borið 5-falt meira fólk eða 10-falt meira og þá þurfum við að fjármagna þetta allt annað. Ég vil bara fá komment á þetta frá okkur eftir. Hitt sem ég langaði að minnast á að sko þetta er svo flókið, svo flókin staða sem kannski stendur ennþá í 10, 15, 20 ár. Sko fólk með börn, þetta er hrikalega, það er ekki eiginlega hægt að eiga ekki þú út heppin ef barnið þetta í leikskóla einhvers staðar nálægt. Og svo þarf það að skutla því í þennan íþróttaskóla og þetta og ég á börn sem eiga börn og þau getur ekki verið án bíls eða það allavega þannig upplifaðu það er miklu flóknara lífið. Og sko við erum einhvern veginn ennþá svo langt frá því að hverfin sjái þjónustuna. Matvörubúð, þetta er svona stóra matvörubúður á einum stað og á maður að fara að róast með 2-3 poka þar einhverja 2-3-4 kílómetra. Sko þetta er svo mikil hindrun held ég. Já, kannski hlökk bregst við og síðan er annað orð úr salnum. Ég held sko að það er eitthvað og kannski bara tengja saman þessu spurningu þína geimferðaáætlunina og þetta að sko ég held þetta snúist auðvitað þarf alltaf að finna þessar krónur og aura til þess að byggja þessa innviði og reka þessa þjónustu vissulega en ég held að sko við getum nú flestir í sammála um það að við erum auðugt samfélag þannig að ég held að ef við ætlum að finna þetta fé þá er það þarna. Þannig að þetta er nú líka spurning forgangsröðun og hvernig við öflum fjár til okkar samneyslu úr þeirri verðmætasköpun sem verður til á landi og miðum en það er nú kannski utan við umfang þessa málstofu hér í dag en sko ég held að þetta snýst líka einhvern veginn bara hvernig við skilgreinum hvað er vandinn og hvað er viðfangsefnið og mér dettur í hug til dæmis að það er nú vinsælt nú stundir að ræða innviðaskuldir og það er hugtak sem er hægt að heimfæra upp á og er heimfært upp á margt í umræðinni svona síðustu misseri gjarnan í heilbrigðisþjónustunni og gjarnan vegakerfið en okkar innviðaskuld í þessu samhengi hún er ekki síður að við erum í stórri innviðaskuld varðandi nærþjónustu. Hvar er nærþjónustan sem á að vera inn í hverfunum? Hún er horfin eða hún var aldrei sköffuð í sumum hverfum eins og þú ert að nefna búið með sem útkverfa áformin núna og alveg eins við erum í fáránlegri innviðaskuld varðandi sko almenningssamgöngur. Það voru miklu betri almenningssamgöngur í Reykjavík þegar ég var krakki og unglingur heldur en í dag. En auðvitað snýst það líka þá kemur aftur að þessu hvernig kannski að snerta á öðru atriði varðandi þetta með að vera lítil þjóð í stóru landi og vera kannski ekki af sko rekstrar hagkvæmri stærð að við höfum líka komið okkur fyrir dálítið óhagkvæmt. Ég meina ef við horfum á þróun höfuðborgarsvæðisins á síðustu 40 árum þá hefur það stækkað í fleti margfalt
þannig að hvert og eitt okkar í raunin á miklu stærra landsvæði heldur en var áður og það þýðir að öll aðföng eru lengri, allar vegandir eru lengri, allar innviða framkvæmdir, gata, lagnir, allt lengra og dýrara, þannig að sko ein leiðin að búa þéttar og búa hagkvæmar. En það ekki hægt að gera þá breytingu yfir nótt hins vegar og það þarf langtíma sýn og staðfestu í pólitík til þess að ná þeim breytingum fram. Já. Þannig ein hugmyndin væri kannski að hafa lengri kjörtímabil. Að það gerist svo lítið á þessum 4 árum sem hvert stjórnvald pólitískt kjörið horfir til. Líka bara eitt örlítið til að bæta við, ég meina eins og til dæmis bara linkennt sveitafélaga í því að leyfa umbreytingar á atvinnuhúsnæði yfir í íbúðahúsnæði. Það er bara svona eitt lítið dæmi hvernig hverfin hafa verið gjaldfelld þjónustu inn á við. Og ég held líka að ég held að það sé einhver leyti að breytast að núna þegar fólk velur sér húsnæði þá það líka að velja sér samgöngumáta og ég held að það sé, það er náttúrulega á einhverju marki hugarfarsbreyting er þá að þegar ég valdi að búa í Vesturbænum var það ekki bara að því að það er svo, að því að Gíslumarteinn er þar Það er ekki skemmt við samt. Nei, hjálpaði til. En það er, það er að við komumst upp með að hvort sem við verum með einn bíl eða engan bíl og að því að leikskólinn í göngufjarlægð og hjólafjarlægð og ég vinn í Borgartúni og þar einfaldlega að komast á hjóli eða gangandi eða almenningssamgöngum. Þannig ég held að ég er að vona að það verði eitthvað svona vitundavakning í því að við séum ekki bara velja okkur hús, heldur líka líf með staðsetningu og að sú hugmynd fara aðeins að kvikna og líka náttúrulega eins og í gagnrýni á þessi, bara eins og að Heklureitnum að það vanti bílastæði þar. Að þá borðleggjandi að fólk sem kaupa sér íbúð þar að velja húsnæði sem ekki er með bílastæði af því að þá vantar það ekki. Þannig að líka þetta að það sé val hvernig umgjörð þú skapar þér og þá þarftu að lifa með þeim afleiðingum en þá allavega sérstaklega að þetta sé í boði af því að ofan á þetta svona build it and they will come það hefur raungerst á báða bóa. Það hefur raungerst með uppbyggingu hjólreiðastíga. Það voru 1000 kilometrar 98 eru 140 eitthvað þúsund af hjólastígum í Reykjavík í dag. Og aukningin hefur verið í takti við það. Það hefur líka gerst að við erum að stækka borgina þar sem er ómögulegt annað en að eiga bíl til þess að sækja sér þjónustu og þá mun það raungerast líka. Þannig að Já, en svo bara, svo býr bara fólk um allt land líka, sko. Já, nákvæmlega. Bæði fyrirtæki og einstaklingar búa þar og lifa og þurfa að sinna sínu. Það var einn út í sal sem var búin að rétta upp hönd. Ég lefi þér að tala þegar hann er búin að fá að... Heiti ég og er skipulagsfræðingur og byrja í næstu götu. Það var nokkur atriði sem ég myndi vilja minnast á. Eitt aðalega til að byrja með sjálfbærar samgöngur. Þessi tvö orð, sjálfbærni og samgöngur. Sko, sjálfbærasta ferðin er ferðin sem aldrei var farin, sem var bara símtal eða símafundur. Krefst engra innviða og það eru fáir sem kalla eftir umferðar innviðum fyrir það símtal. Sjálfbærnin í göngu og hjólreiðum er svo að göngu, hjóla og almenningssamgangna innviðir verða betri eftir því sem að fleiri nota þær. Þá ferðamáta. Götur og bílaumferð, einkabílaumferð á götum verður verri eftir því sem fleiri nota. Í eðli sínu ósjálfbær. Gæti orðið aðeins haft minni umhverfisáhrif með breyttum orkugjöfum en taka samplásið meir og meira pláss eftir sem fleiri nota slysahættan er svo sama og kostnaðurinn sem fleitist yfir samfélagið er svo sami og þeir sem eru að nota hina mátana njóta þess þeirra fjárfestingar ekki. Ég svolítið efins það að almenningssamgangnakerfið eða strætókerfið í Reykjavík sé það versta undir sólinni. Það eru
Reykjavík miklu líkara borgum í Norður Ameríku heldur en þéttum borgum á meginlandi Evrópu. Það eru margar borgir í stíl við Reykjavík í Bandaríkjunum og Kanada sem hafa bara engin strætókerfi. Við erum í raun og veru með ótrúlega gott almenningssamgangnakerfi á höfuðborgarsvæðinu miðað við urban fabrikið eða byggðamynstrið og þéttleikan. Miðað við þann litla þéttleika sem við höfum við strætókerfi. Það þjónar sumum hlutum borgarinnar bara fjandi vel en ekki þeim gisnu. Þannig ég ber smá varhug líka við því að öll hverfi séu með alls konar. Af því að þá eru bara allir á ferðinni allt og það er ekki hægt að þjóna öllum allstaðar með góðum almenningssamgöngum. Jú, það er hægt að sækja þessar stuttu leiðir í nærþjónustuna en þegar það eru miklu skilvirkara að þjóna miðjusettri starfsemi með almenningssamgöngum sjálfbærum heldur en starfsemi sem er út allt. Þannig að svolítið við getum tekið einkabílinn eins góður og hann út fyrir sviga þegar við tólum sjálfbærni og hinir ferðamátarnir verða betri eftir því sem fleiri nota á. Bílaumferð verður oft á móti lakari. Einmitt. Það betra fyrir þá sem þurfa að vera akandi að sem flestir aðrir taki noti aðra samgöngumáta. Einmitt. Já, alltaf sjálfbærni orðið snýst það að við séum að ekki eins og Hlökk eiginlega tók svolítið vel saman, við erum ekki að ganga á auðlindirnar eða á tækifæri komandi kynslóða, það á milli kynslóða og svo erum við bara farin að horfa á það og bara við séum að skapa sem best umhverfi fyrir okkur sjálf, þannig að þetta eru góðir punktar. Ósjálfbærni bílanleika ekki bara útblástur koltvíoxíðs, heldur þetta sérstaklega plássþörfin og þar að leiðandi tíminn sem fer að fara á milli staða. Það eru raun og veru miklu meiri ósjálfbærni í því að vera fastur í umferðinni. Hvort þú ert fastur í umferðinni, hvort sem þú er rafmagnsbíl eða ekki. Rafmagnsbílinn jafnvel gæti tekið meira pláss að því hann þarf, það ekki hægt að leggja honum í deilistæði við rafstöðina. Það eiginlega að fara að þurfa núna 2 stæði fyrir rafmagnsbílana þegar þið þurfa að leggja í rafmagnsstæði og svo þurfa að leggja það náttúrulega. Þetta fer að vera vandamál inn á fjölbýlishúsalóðum núna. Kristján, þú varst búin að biðja orðið. Ég svo með eina spurningu fyrir ykkur. Pál Óskar sem hann sagði úr salnum, það var góðir punktar hjá þér, mjög góðir punktar. En varðandi almenningssamgöngukerfi og vindist á í Bandaríkjunum, það ekki til. Það mjög bátt í Bandaríkjunum, almenningssamgöngukerfi. Það bíllinn númer 1, 2 og 3. Í sumum borgum Bandaríkjanna, hvað bestu almenningssamgöngukerfi í heimi, en það ekki þétt stórborgum. Það getur vel verið, en ég ætla að þú sagðir áðan að þú hefur á tilfinningunni að finnst að það var miklu léttar að fara með strætisvagni þegar maður var lítill. Það náttúrulega bara segir sjálft að það erfiðara í dag. Þú ert lengur á leiðinni, umferðin hefur aukist gríðarlega, okkur hefur fjölgað alveg gríðarlega, en hvað hefur orðið eftir? Það eru innviðirnir og skipulagning gatnakerfisins. Það hausverkur. Já, við skulum vera, ég ekki alveg sammálaðir, þetta aðeins flóknara samspil, en ok. Það hefur algjörlega setið eftir. Okkur hefur fjölgað gríðarlega, bílum hefur fjölgað gríðarlega, en það sem við eigum að keyra á eftir og hafa góða götur, það hefur ekki fylgt með. Já, þetta nú talsvert mikið flóknara það og aðalatriðið nú það að við byggðum svo miklu dreifðara og miklu aðgrendara heldur en við gerðum áður. Það nú stóra breytingin. En eins og búið það er þetta oft val, ég meina þú getur valið að búa nálægt einhverju ásnum, þá er kannski auðvelt þótt þú búir í Garðabæ eða Hafnarfirði eða eitthvað, ef þú býr nálægt ásnum sem fer stundum á 10 mínútna fresti, þá er kannski það auðveldara. Og ég sé margir pötur lofti, ég var að kasta inn einni svona pælingu. Nú tíminn við eigum eftir svona rúmt korter sem er fínt, en við erum búin að tala svolítið mikið innviðaskuld og svona innviði opinbera, en það þekkist við til dæmis í Evrópu og til dæmis eru til
alls konar deilibílakerfi, eitthvað sem kannski einkageirinn líka stígur inn í og með fjölbreyttar lausnir. Við erum búin að sjá til dæmis hopp breytti svolítið þessum hlaupahjóla menningunni. Fólk tilbúið að fara á hlaupahjól annað og hvað hafið þið skoðað svona, núna erum við að tala mjög svona innan borgarinnar, þetta búum við all land og það vantar innviði og annað fyrir rafbíla, en ef við tölum svona nýsköpunar geirann, nóg mikið hreyfing þar eða vantar þar fyrirsjáleikan eða hvernig sjáu þið það? Ég kasta þessu fram og svo leyfið megið tala það sem þið rétt aðeins til að klára síðasta punkt að því að kom tveir varandi, þú veist, eins og fólk með börn og eldra fólk og fólk sem að glími við fötlun eða að einhverju marki, það einhverju annmarkar á hreyfifærni. Auðvitað þú veist, ekki verið að leggja upp með að þetta fólk sé, þú veist, að fara að hjóla. Ég ætla bara að benda á að sko lægsta hlutfall þeirra sem hjóla eru einstaklingar á aldrinum 17 til 34 ára. Sem sagt ekki í fjölskyldum. Þannig að þú veist að þetta að sparka þessum helvítis krökkum út, hætta dekstra við þau að þú veist að þessi skuldmenningu og líka að hætta að bjóða upp á bílastæði við námsbyggingar. Þú veist, hvort sem menntaskóla og háskólastofnanir. Þú veist að þessi, þú veist, ég meina alltaf oft talað sko príki og gulrötuna, þarna held ég sé alveg svona ofboðslegt færi á því að koma ungu fólki inn í virka ferðamáta sem ekki þurfa að hafa áhyggjur að sækja í leikskóla eða sækja þjónustu á okkur svona ákveðnum tímum, heldur þá að mæta í skóla. Hitt varðandi nýsköpunina, þá ég ofboðslega spenntur fyrir róttækum hugmyndum í þessu efni og það hefur alveg sýnt sig að þetta hefur gengið upp. Ég meina það þótti algjörlega ótækt varðandi þessi hlaupahjól í upphafi og margir sem efast rosalega það hefur sýnt gildi sitt. Ég held að sé aðrar hugmyndir sem verða sko, þú veist, þurfi meira fjármagn til þess að koma á stað. Þú veist, eins og bara til dæmis það að það sé ekki nein almennileg hjólaleiga á Íslandi, hvort sem fyrir ferðamenn eða langtímalegu, og það náttúrulega gott að ekki fyrir enn einn til þess að stíga inn á ný mið svona þegar við hættum að selja eldsneyti. Þannig að þú veist, og sérstaklega með þannig fyrirtæki þurfi, þú veist, að því að breytingin svo óbúslega hröð núna, þú veist, það hvort sem þessi orkuskipti, þú veist, þetta alltaf gerast bara á síðustu árum, ekki áratugum. Þannig að þarna held ég að þú veist að öll fyrirtæki sem ætla að lifa af þurfa að bregðast við hratt og ég myndi bara núna sé færi á að taka áhættuna. Þú veist að núna eitthvað svona uppbyggt fjármagn vonandi, ég veit ekki hvernig staðan hjá ykkur en ég ímynda mér að þú veist fyrir þessa breytinga þannig að þarna þú veist vona ég að það verði róttækar pælingar, bara líka þetta eins og þú veist hvað verður bensínstöð framtíðarinnar, þú veist að hún verður þá allir líkindum ekki fyrir bensín. Ég kom með til eins og var að stinga upp að þetta yrði svona hjólavin að því að þú veist hjólarar þurfa að borða og eins þú veist að hlaða hjól núna þegar eftir því sem fleiri hjól tölum ræðum þetta kannski eftir en ég vona virkilega að það verði hvort sem að einkamarkaður, sveitarfélag og ríki grípi gæsina og ég held að það séu alls konar hugmyndir sem að gætu raungist en að samaskapi það verða hellinga hugmyndum sem að muni falla í grýttan í alveg og ekki verða veruleika en já Já, ég meina fyrir okkar hönd við fögnum þessu bara öll saman og það ekki launungamál að okkar gamli rekstur að taka breytingum en við erum líka þróan með og við sjáum fyrir okkur að á svona kannski meira urban staðsetningum að þá breytist hlutverkið þegar ég verða svona convenience hub eiginlega ef maður má sletta þú veist það sem að bara önnur þjónusta kemur inn jafnvel í nærumhverfinu jafnvel sko kannski önnur lögumál gilda út á landi, staðaskála og svo framvegis, bara eðli starfseminnar vegna. En sko, mér finnst líka áhugavert að maður sá einhvern umræðan sko að það þyrfti svo, það er svo minni þörf á bíl núna vegna þess að þú getur pantað allt heimsend sko. Ætli það ekki innreið Volt og það allt saman og sem ég hef ekkert út á það að setja í sjálfu sér, nema það auðvitað ekkert golden ticket í þessu sko. Það sjálf sér miklu verra að láta skutlast með allar máltíðir heimtíðin fram og tilbaka heldur en að fara eina stóra ferð í krónuna sko. Þannig að mér finnst stundum svona að vera að líta á kannski horfa aðeins á röngu liðnar í þessu. En við sjáum hins vegar með hopp, þar að segja hjólin, að ég meina þau eru primarily hvað ekki svona frá páskum og
fram í október, eitthvað svoleið sko. Þannig að það eru þarna 6 mánuðir sem eru krefjandi. Þeir eru krefjandi í, gerir ég ráð fyrir, í hjólreiðamennskunni líka. Þú veist, og við Íslendingar erum vanir að nota bílinn sem jakka, sökum við veðurfars. Og það er bara, þú veist, ég er ekki að gera að segja þessi óviðstífanlegt, en þetta er virkilega krefjandi verkefni að fara að færa mikinn fjölda, svo við tala ekki fjölskyldufólk, yfir í að hjóla allt árið kring í það mesta sko. Já, en þá voru til einmitt Já, deilihagkerfið og allt þetta, bara allt í besta mál. Þekki fólki í Þýskalandi sem bara búið í mörg ár búa þannig að það er eiginlega ekki bílastæði en eru svona áskrift og geta fengið bíl bara ef þau eru að flytja eitthvað sófa eða eitthvað, þú veist, bara geta fengið bara bíl eftir svona hendisemi og það, mér finnst svona borðliggjandi í svona samfélagi það sem er mikið innviðum fyrir bíl að maður þurfi ekki að eiga bíl, maður geti svona fengi bíl af og til í einhver snatt en já, það er gat í markanum held ég, kannski, ég veit ekki hvort að það hvort að fyrirsjáleikin eins og þú segir sé nægilegur eða til þess að fara á stað í svona áhættu. Ég vissum að markaðurinn finnur út af því sko, alltaf eins og sannur kapitalisti. En það þarf örugglega getur þurft svolítið þolinmæði í það vegna þess akkurat hvar við erum stödd sko, að við erum á þeim staði núna að við erum í öllum aðalatriðum með einn engabíl til ráðstöfunar fyrir hvern fullorðinn einstakling sem er með aldur til að hafa ökuréttindi. Og þetta við segjum þetta oft sko bíllinn er yfir höfnin og við bara kunnum ekki annað og allt það og það er alveg rétt að við erum búin að ala upp kynslóð sem kann ekki annað. En sko fólk á mínum aldri varð fullorðið við allt aðrar aðstæður og þá var ennþá bara einn bíll á heimili að jafnaði og bara hendingaði voru 2 og aldrei fleiri. Núna eru kannski 3-4 bílar á heimili þar sem eru hjón með 2-3 unglinga sko. Þannig að ungmenni þannig að sko að við þær aðstæður þá þarf örugglega sko að hafa meiri þolinmæði í einhver svona ný inngrip með svona nýjar hugmyndir og nýjar lausnir af því að bara einfaldlega það er svo mikið stokk af bílum til staðar á heimilunum. En þú þarft að hafa sko einhvern hvata til þess að velja deilibílinn og allt það. Gulrót og prik. En við sjáum samt einhver síður strax bara með því sem að til dæmis Hopp er að bjóða upp á bæði af hlaupahjólunum og líka deilibílunum. Að það eru margir sem taka þessu fagnandi. Og bara örlítið til hendinni, sko, það að velja sér að hjóla þarf ekki að vera eitthvað skonar lífstíls skuldbinding sko að eilífu. Það er oft svona látið þannig að þú veist ef einhver slysast til að mæta einu sinni á hjóli í vinnuna og þá er alltaf að jæja, býtu hvernig varst þú ekki hjólandi, býtu það bara bílinn, þú veist svona þetta aðvík, þú veist getum ekki valið einhvern veginn fjölbreytta ferðamáta þú veist og hjólum, þú veist hvort sem við veljum að hjóla bara yfir sumarið, þú veist og það er þá, þú veist þá léttir á þeim tíma þannig að svikari og bætum heilsuna sem þín hefur sagt líka. Þannig að ég held að þarna sé þú veist líka að tækifæri. Grænmetisætur sem að ef að borða eina pulsu þá er þeirra orðstýr ónýtur bara. Já, orðið er laust núna, þeir eru búin að berjast orðið svo kemur núna bara þögn. Ég get bara komið inn á aðeins þetta með, sem Orri var að nefna með sko, að dreifa öllu út allt sko. Ég held að sko, þetta er svo sem alveg þekkt og það er til heil svona skipulagshugmynd það sem sem við höfum þýtt frekar klaufalega sem samgöngum eða skipulag eða transit oriented development sem að gengur auðvitað út á það að við séum einmitt að svona að kjarna saman það sem að þangað sem margir sækja og hafa það á megin leiðum, bæði almenningssamgangna og annarra samgangna og svo getur þetta bara byggðin verið einhæfari og þynnst út frá því og auðvitað hljótum við alltaf að vera að skipuleggja borgir og bæi þannig sko, við getum ekki verið með allstaðar. Líka bara örlítið til að bæta við eins og í tengslu við landsbyggðina og við erum kannski lítið búin að vera það. Ég held að það sé líka, ég held að sé 3 eða 4 sveitarfélög á Íslandi með hjólreiðaáætlun. Það er Reykjavík, einhver annað hérna, nokkur á Kranum og svo er það Ísafjarðarbær sem er með hjólreiðaáætlun.
Ekki Akureyri líka. Akureyri mögulega líka, getur verið. En allavega þarna, þú veist, eins og, ég meina, staðir eins og Selfoss og Hveragerði, sem eru, þú veist, í svona einu sléttu staðarnir á Íslandi, að það sé ekki komin hjólreiðaáætlun. Og Egilsstaðir kannski. Að bara þar sé, þú veist, og ekki hérna, kannski í einhverjum skorti, þú veist, það ekki þarf að vera þannig, en tækifærin sem eru þarna, þú veist, bæir og sveitafélög sem eru, þú veist, ennþá í svo viðráðanlegri stærð, að fara núna huga að innviðuppbyggingu þarna, hvort sem göng- og hjólastígar eða einhvers konar innra neti sem ekki, þar sem þú þarft ekki að þvera þjóðveg 1. Þú veist að það ekki allir sem að hafa slysast til þess að kaupa eitthvað í Krónunni á Selfossi, að þú veist að það síðan að þurfa að fara í bankan eða eitthvað að sækja þjónustunni heimir, þú veist að fara yfir þjóðveginn getur verið hræðilegt, sko. En svona að þetta, að byggja upp þessa staði og hugsa fyrir því að setja eitthvað smá pening. Gangbrautarljós þá. En að hugsa út í þessa innviði þarna held ég sé alveg svona ofboðslegt sóknarfæri. Algjörlega, bara það náttúrulega kapítuli sem við erum bara allar búin að snerta á sem hérna einmitt. Við erum búin að samgöngur landið. Fókusa mjög mikið á höfuðborgarsvæði í dag, en það af nógu að taka þar og mér oft, sko ég frá Egilsstöðum og ég fer þangað svona minnstakosti 2-3 á ári til þess að vera í smá tíma og ég hef íhugað að taka strætó þangað, ég myndi þurfa að gista á Höfn eða Akureyri og það kostar eiginlega meira en að fljúga sem tekur klukkutíma, þannig að getur rétt ímyndað ykkur hvað verður fyrir valinu. Svo ekki sé tala sko, sem sagt, að fara til útlanda. Ég meina, hversu margir hérna inni hafa tekið norrænu? Já, ísna margir. Fleiri en ég bjóst við. En ef ég reiknaði líka einhvern tímann kolefnisspori bara út frá upplýsingu sem ég fekk frá norrænu og svo reikni ég vel bara Evrópusambandsins og Umhverfisstofnunar að ef þú keyrir einni meira sér á Jaris sko austur á Seyðisfjörð þá losa það næstu jafn mikið eins og fljúga til Danmerkur. Þannig að jafnvel með bílferðinni sko til Keflavíkur þótt að vera einni bíl á báða vegu en leið ertu auðvitað komin á rafmagnsbíla í almenningssamgöngur eða ertu jafnvel bara fleiri en einn í bíl, kannski 4-5 í bíl, þá var það náttúrulega strax deilist það niður en bara hvað kostar mikið að taka norrænu og tíma sem sagt svona skipulagi sem þetta hafa, þú ert að hafa nóg tíma til þess að fara austur og síðan taka norrænu og síðan gera allt þetta að þetta í rauninni ekki sérstaklega fýsilegur kosti fyrir neitt ef við höldum áfram fara erlendis en já það eitt orð úr sal. Annað sem mjög álíka skrítið og kalla bíla sjálfbæra bílaumhverfi það að í samgöngum og skipulagi þá virðist við tölum kapitalið vinstri vera hægri og hægri vera vinstri. Svo það mikil andstaða virðist vera frá pólitíkur sem skilgreina sér til hægri að leyfa hlutunum að kosta það sem þeir kosta. Það mikil tilhneiging til þess að nota opinbera peninga í opinberar dýrar framkvæmdir sem að nýtast bara hluta samfélagsins sem að mínum bókum myndi eiginlega flokka sem algjör kommunismi meðan vinstrimenn eru að tala fyrir því að bílastæði meginu bara kosta það sem að þau kosta þurfa að reka sig sjálf og ég held að það séu hægt að leita með tæknilegra núna lausna sem að eru bæði umhverfisvæn og kapitalískar en svo að leyfa bara hlutunum að kosta sérstaklega með umferðargjaldi eða teppugjaldi. Kílómetragjaldi? Ekki bara kílómetragjaldi sé á kílómetrin heldur en sé hversu margir aðrir eru að ferðast á veginum. Framboð og eftirspurn. Og núna tæknin komin. Þeim mun fleiri sem eru að ferðast á þessum vegi, þeim mun meiri eftirspurnin, þeim mun dýrarætt að vera að ferðast á þessum vegi á þessum tíma. Og við fáum miklu hagkvæmari not á innviða fjárfestingun okkar. Það var einmitt sett upp svona veggjald í New York og það bara snar minnka umferð, ég held reyndar að Trump hafi strax afnumið. Já, það er afnumið það held ég. Ok, það gott.
en það er alveg greinilegt að þetta að þetta er skipulag, snýst fyrst og fremst að skipuleggja borgina þannig að það séu margir kostur séu fyrirsjáanleiki í því hvernig það verður, þannig að fólk geti svona aðlaga sig að bæði fólk og fyrirtæki að umhverfinu og stefnu stjórnvalda sem að eins og þú segir hlökk skýr oft í orði en síðan á borði þá eru mikla togstreitur útfærsluna eins og kannski bara í öllum málum. Ég held að við ættum að fara að slá botnin, já. Örstutt, að því að við erum búin að vera að tala innviðaskuldina og það var, ég saknaði þess að heyra og kannski sérstaklega í sjálfbærisamhengi umræðan 15 mínúna aðgengið. Það virðist bara dotta út tísku, enginn að spá í það lengur, en nú bara þarf allt að vera, einmitt sjálfbært, en auðvitað 15 mínúta hugmyndin sjálfbærust, af því að eins og þú segir, innviðaskuldin, við þurfum að fara að borga hana til þess að þetta gangi upp. Og Fossvogsbrúin sem slík er alls ekki sjálfbær. Við erum búin að taka af umhverfinu sem verður ekki endilega bætt aftur. Þannig að þrátt fyrir að það verði spennandi tilraun, þá er alveg spurning, fórnarkostnaðarinnar hann ásættanlegur. Svo einn spurning úr netheimum sem passar mjög vel við þetta, til svara þessum tveimur í einu. Hún hljóðar svo: nú þegar mikil íbúður uppbyggingar áform á döfinni og hagkvæmar íbúðir til umræðu, væri skynsamlegt að fjalla húsnæðis- og samgöngukostnað saman, ekki eingöngu húsnæðiskostnað. Einmitt. Þannig er komnar 2 góðar spurningar og ég ætla að biðja ykkur kannski bara að fara að við förum þá hinn áttina frá því í byrjun og mér langar til þess að biðja ykkur að segja eitthvað sem þið sjáu mjög jákvætt við samgöngur á Íslandi, eitthvað svona sem heppnaðist mjög vel, af því við erum búin að vera mjög gagnrýn og við erum auðvitað að leitast við það að bæta samfélagið, en eitthvað hlýtur nú að hafa heppnast þokkalega vel. Þannig að ef þið hugsa 15 mínútna, þið fáið smá stund til að tala 15 mínútna hverfi og húsnæðismál og samgöngumál saman og endilega komið með eitthvað jákvætt líka. Við byrjum bara á þér. Já. Ég held að stór partur af Reykjanesbrautinni sem hefur verið tvöfaldaður. Já. Ég held að það sé ofsalega flott og var tímabært að gera og skapar alveg gríðarlegt öryggi. Ég held að tvöföldun Reykjanesbrautar, þar sem hún hefur farið fram, þar hefur ekki orðið banaslys síðan að tvöföldunum var. Sem betur fer núna verið að klára Reykjanesbrautina með fram álverinu og alveg inn í Hafnarfjörð og ég held að þetta verði svona, þetta er einn besta samgöngubót á Íslandi held ég svona í mörg ár. Þetta kemur svona upp í hugann mér núna. En finnst þér eins og 15 mínútna svona hverfi að þessi svona húsnæðismál pluss samgöngumál, að það hefur svolítið týnst í þessu orði sem er náttúrulega farið að þýða í næstum hvað sem sjálfbærni. Ég get sagt, ég var einmitt að fjalla daginn að þetta skiptir þetta máli. Það er fjölbýlishús að bygging sem er klárað núna á Snorrabrautinni. Það er engin bílastæði. Það er engin bílastæði sem fylgja. En það gengur mjög illa að selja íbúðir í húsinu. Gengur ekki neitt. Gengur ekkert að selja. Hérna skiptir máli að það er engin bílastæði. Þetta eru kannski ekki góðar íbúðir. Ég held að við séum ekki að tala um það. Ástæðan er að það segja þetta fasteignasalar að það sé út af því að það er engin bílastæði í boði. Kannski. Það er ekki út á fasteignum. Þetta eru nýja fasteignir og mjög flottar og kosta mikið, en það er ekkert pláss fyrir bíl. Nei. Já. Já, ég bara þakka þessum síðustu fyrirspyrjendum fyrir að koma þessu að, vegna þess að við erum búin að einhvern veginn bara mistum af því að ræða þessi mikilvægu atriði og snerta á þessum mikilvægu hugtökum. Í mínum huga þá er 15 mínútur, hvort sem við erum að ræða þá út frá hugmyndinu 15 mínútna borgina eða 20 mínútna hverfið. Þetta eru svona 2 áþekkar sömu skipulagshugmyndir undir sitt hvoru heitinu.
þetta náttúrulega algjörlega lykilskipulags hugmyndir okkar tíma og þær ekkert fallnar úr gildi og síður en svo og ef við eigum að vera að staldra við það sem að sko hefur skipt verulegu máli í framgöngu íslenskra stjórnvalda hér á landi og í þessum geira á undanförnum árum og áratug, þá myndi ég staldra við þau miklu tímamót sem urðu þegar að svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins var samþykkt og staðfest fyrir akkurat áratug síðan. Held að hafa bara hreinlega verið í mars 2015, allavega var það þarna snemma árs 2015 og kannski meir undir vor, en þannig að svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins og aðalskipulag Reykjavíkur líka sem koma fram á svipuðum tíma og hefur verið endurskoðað einu sinni síðan, að þarna eru þessar hugmyndir settar svo afgerandi á dagskrá fyrir bara skipulagsumræðuna og ákvarðanatöku uppbyggingu til næstu ára og áratuga, hugmyndin almenningssamgöngum eða skipulag, þéttblandaða byggð, 15 mínútna borginu eða 20 mínútna hverfið og í því felst leið þetta sem kom líka ágætlega inn á áðan að það þarf að hugsa þetta samspil sko, þessi stóru útgjöld hvers heimili sem húsnæðiskostnaður og samgöngukostnaður og ef við búum miðlægar og getum frekar og meira gengið og hjólað á milli staða, þá liggur í augum uppi að við erum með minni fastan kostnað í farartækjum sem í íkeyrslinni hjá okkur. En eitthvað sem búið að heppnast vel? Já, ég segi það eru þessar áætlanir. Það eru þessar áætlanir, já. Sem bara algjörlega kritískar og svo ýmislegt sem þegar farið að gerast á þeirra grundvelli og meira sem bara ennþá verið að vinna að og við hefðum viljað sjá gerast hraðar en vonandi lítur dagsins ljós. Heyrðu, já sko, ég held að bara, þú veist, náttúrulega 15 mínútna hverfið, það náttúrulega synd að það sé ég held kannski ekki seint, ég held að sé bara búið að taka stakkaskiptum og svona orðræðan hefur fæst eitthvað annað en ég held að þessi svona áhersla á þetta svona innra skipulag hverfa dúkki alltaf upp á annars slægið og ég meina sérstaklega, þú veist eins og þarna, hvað þetta Dalshverfi þarna, þú veist það sem ekki nein búð önnur en Bauhaus og þú veist reyndar sundlaug og bókasafn sem ég held að sé vel nýtt en þú veist, en þetta svona, það sem vantar alla þessar svokölluðu þriðjustaði, kaffihús eða einhvers konar félagslega örvun fyrir mögulega þau sem ekki, þú veist, eru á vinnumarkað og allt þetta, þannig að ég held að það sé klárlega, þú veist, kannski bara aðeins breyst en ég held að þú veist, það sé mjög eðlilegt að halda þeirri hugmynd á lofti hvort sem hún sé markasett undir 15 mínútna hverfinu eða einhverju öðru finnst mér kannski ekki skipta öllu sko. Ég held að klárlega þetta að þú veist eins og bara á fasteignavefum og fleira hefur maður séð að vera að bæta við upplýsingur aðgengi að þjónustu hvort sem það skóli, leikskóli og eitthvað annað og náttúrulega ofboðslega eðlilegt að það sé inn í jöfnunu þegar ungt fólk að fara að kaupa sér húsnæði. Það að segja þú veist og einhvers konar reikning mögulega að maður getur sett inn vinnustað og fengi útreikna náttúrulega flottir útreikningar hjá Félagi íslenskra bifreiðeigenda varðandi rekstur bíla þannig að maður hægt að nýta þá reikni vel inn í það. Þannig að þarna sér maður klárt ekki spurning að það ætti að halda því að fólki að það að velja sér staðsetningu og íbúð hefur mikil velti áhrif fyrir þann kostnað sem felst í að búa þar. Varðandi eins og að sölu íbúð á Snorrabraut, ég veit ekki alveg hvaða forsendur voru þar en að sama skapi það eru stúdentíbúðir sem voru óbúslega mikið gagnreyndar sem voru byggðar fyrir neðan Aragötu og þar vantaði óbúslega mikið bílastæði. Þær íbúðir eru fullar af stúdentum og þar eru alltaf lausstæði. Þannig að þú veist að það gengur upp auðvitað þarf þetta að taka mið í hvaða samhengi það og þú veist og mér myndi ekki langa að búa á Snorrabraut algjörlega óháð í hvort þar væri stæði eða ekki en þú veist og það hefur líka verið byggt niður í Nýlendugötu mjög spennandi íbúðir sem hafa allar selst þannig að ég þekki ekki alveg forsendurnar en ég held að sé klárlega að forsendur fyrir að vera með fjölbreytta byggð og hvort sem 1, 2, 3, 4, 5 eða 6 stæði eða ekkert en einhver svona markúslögmál sem að gildi það sem að já, varðandi jákvætt þá náttúrulega það geggjað að hjóla ég ætla að segja, þú veist, auðvitað hjólreiðasamfélagið ætlar ekki að pína neitt til að hjóla
en ég get sagt ykkur það að ég er búin að tala við flenni mikið af fólki og gera einhverja 50 þætti hjólreiðar á Íslandi og þau sem að velja sér að hjóla á hverjum degi eru ekki að gera það, þú veist, eru ekki að pína sig á hverjum degi til þess að taka hjólið. Þeim dettur ekki í hug að fara aftur að keyra. Þetta er sjálfhverf ákvörðun. Það er kannski svona pínu harka sem felst í því að fara fyrsta skiptið en þau sem eru að hjóla er að gera það mikill ánægju og það að byrja hvern dag og fara í frístoft að hreyfa sig áður en maður kemur að vinna og það er heilmikill alls konar rannsóknir sem benda til þess að það byrja að hreyfa sig á daginn hafi mikil og góð jákvæð áhrif hvort sem er fullorðnir og börn líka miklu betri áhrif heldur en að borða morgumat meira að segja, er eitthvað svona nýjar rannsóknir sem benda á. Þannig ég held að þetta að prófa að hjóla, að gefa sig að því og allt þetta fólk sem hefur lagt sig fram, keypt sér hjól og breytt lífstílnum, það finnst mér ofboðslegur sigur. Það að segja skilið við einkabílinn og þú veist, maður veit það, maður verður svo mikið íhaldsmannski eftir sem maður eldist og þú veist, og það bara eitt að skiptum skáp í sundlauginu verður heilmikið verkefni. Þannig að þetta, að það hafi gerst og að þessir innviðir sem hafa komið hafi breytt hegðun fólks finnst mér stórbrotið og stórkostlegt og ég vildi óska þess að fleiri myndi líka prófa þetta af því eins og það að hjóla í gegnum hjólastíðinu Elliðaárdalinn er ofboðslega falleg og skemmtileg hvort sem það er til gamans eða í eða úr vinnu eins með að fara í gegnum Fossvogsdalinn, það sem er komin hjólreiðastígur, ofboðslega falleg, þetta eru fleiri svæði og núna eru nágrannasveitarfélög Reykjavíkurborgar aðeins að taka við sér þannig að ég held að það eru fleiri og fleiri stígar að bætast við þannig að ég held að sé líka bara að, þú veist, að taka út hjólagarminn og prófa þetta, prófa að fara þarna úr Grafarvogi bara í gangi bara einu sinni, bara á þessum 20 pluss eina degi í júli sem að kemur að bara mæla með því og þetta er geggjað og ógeðslega gaman og ég held að, og þú veist, eitthvað svona sem við rættum kannski ekki en það er þessi lýðheilsuvandi sem að bætist við og sem að er kannski ekki einkabílnum að kenna en allan ekki að hjálpa til í því að fá fólk á hreyfingu þannig að ég held að það, þú veist, það er stóra áskorun okkur í framtíðinni en náttúrulega auðvitað samgöngu líka en lýðheilsa er ofboðslega stórt vandamál og þarna eru virkiferðamátar ofboðslega gott tæki í að hreyfa rassinn smá. Takk fyrir. Nei, þetta er bara mjög skemmtilegt. Ég bara kannski, maður þetta 15 minna dæmi, sko. Hverfið sem þú ert að vísa til er Grafarholt og Úlfarsárdalur. Já. Nú býð ég bara velkomin í heimsókn. Ég býð þarna einmitt í Grafarholtinu og hef ágætis, ég bjó líka búið Laugavegi á sínum tíma, þannig á Stjörnu bíósveitnum. Og þessi 15 minna hugmynd er frábær, en mér hefur fundist vanta og ég veit að það er margir sem deila þessi sömu skoðun sem búa í úthverfunum vissulega kjósum við það, en einhver sem við búum við Reykjavíkurborg og borgum skatta og gjöld til borgar. Mér finnst vanta að borgin bakki upp ef þau ætla að brjóta land eða stækka hverfi eða byggja upp hverfi yfir höfuð, það fylgi þá þjónusta og þau haldin úti. Ég fór með fyrsta barnið mitt í leikskóla niður í Vogahverfi sem dæmi og keyrði hverjum einsta degi. Annað var þetta í þjónustuna og bara mjög nálægt dæmi þarna upp í Grafarholti og Úlfarsárdal. Þar hefur verið kallað eftir breytingum og deiluskipulagi til að sé hægt að færa inn meiri þjónustu. Það er brjáluð eftirspurn eftir þjónustu þarna. Það er krónubúð í hverfinu sem var sett, sem er sko grunni gamalla Nóatúnsbúðar og þessi verslunarleyfi til allt byggt, þetta er svona svæðisbundið og það með bara ákveðum ekki fermetra og jæri. En upphaflega fer svo búð inn fyrir Slisni. Það átti ekki að vera búð þarna, af því hún átti að vera lengst inni. En standar svo að fólk vil sækja þjónustuna á sama staðinn, þó þau séu litlir kjarnar. Það er búið að sækja ítrekað breytingar þarna og fyrir meiri hluti hefur ítrekað hafnað þessu. Bauhausplanið er eitt dæmi, það sem húsasmiðjan er, fyrir þá sem eru kunnugir í staðháttum, þá er þetta smá kjarni. Það er að gera svo miklu betur. Og þannig bara þetta útiloka fullt af óþarfa umfjöldum kvipin og kvapin, svo ekki sé tala aðra svona samfélagslega þjónustu. Þannig að þetta er aðeins svona tveir heimar, sko. Það er mjög auðvelt að framkvæma þetta í 107, 105 og sennilega langleiðin upp í 108, en þetta fer að vera meira trikki eftir því sem ferðið undar. Og þetta sem við gengið vel, þá held ég að það gengið þokkalega vel, ég horf svona út frá okkar bæði síðan að rafbílavæða einkabílinn og ég held að sú þróun mun halda áfram vonandi. Gleymum því ekki líka bara að það er bara þjóðhagslega hagkvæmt fyrir okkur. Að sko treysta á eigin orkugjafa sem við framleiðum sjálf talum ekki um að þeir eru endurnýtanlegir og grænir.
Annað sem gengið vel og ég deili bara þeirri skoðun með hjólastíðana, maður hefur bara tekið út í sjálfur, kannski ekki á hjólum en á hlaupum og meira segja þannig frá okkur, það er bara alveg ágætis net af hjóla og göngustíðum, ég held að það megi bara alveg viðkynna það. En ég held að mættu líka að horfa bara aðeins betur, svona aðeins aftur og hugsa hvað hefur gengið vel. Ég held að ein risastór samgöngubót sem var á sín tíma voru Hvalfjarðargöngin. Ég held að mættum alveg að horfa meira í þannig lausnir. Þannig að við reynum að taka saman einkaframtakið með ríkinu til þess að gera þetta almennilega. Ég meina við erum komin á staði þyrftum sennilega önnur göng í Hvalfjörðinum eins og staðan núna. En ég held að enginn okkar myndi vilja fara að taka Hvalfjarðargöngin í burtu. Kærar þakkir. Ég held að við séum búin að segja margt og örugglega ekki allt sem að hægt að segja því þetta er stór málaflokkur en við erum vonandi einhverju aðeins nær hvað sjálfbærar samgöngur á Íslandi eru og ég veit alltaf að ég er það og örugglega að vonandi fleiri hér inni. Þannig að ég bara þakka ykkur kærlega fyrir komuna og ykkur sem eru hér og þeir sem eru að horfa í streymi og bara, já, hvet ykkur til að fara út að hjóla. Robert, takk. Takk.